Martin, stórkostlegur sigur á Finnunum hérna, hvernig er svona tilfinningar eftir leikinn? Það var bara geggjað maður, ég var nefnd að segja í viðtalinu áðan að þetta er einhver skemmtilegasti leikur sem ég spila bara í mjög langa tíma og það er gott að fá loksins sigur í landsleik, það er búið alltaf langt síðan og eitthvað í svo skemmtilegum leik, mætingin góð í höllina, áhorfendur voru geggjaðir og við vorum bara virkilega flottir, við vorum bara ógeðslega góðir í þessu leik og ánægð með hvernig allir voru að leggja saman á eitt og það var einhvern veginn allir að skora, að gefa sendingu, að spila vörn og svo framvegis, þannig að þetta var bara sterkur liðsigur. Eftir mjög fínan fyrri hálfleik þá fór þriðji leikhlutinn svolítið ekkert sérstaklega og mann fekk svona smá déjà vu, maður hefur séð áður, en hvað svo? Já, það fór alveg mann hérna, ég viðurkenni það, þegar þeir tóku þetta áhlaup og voru komið hvað, 10 yfir held ég og einhvern veginn ekkert gekk í okkur og voru svolítið hikstandi en það sýnir líka bara karakterinn í þessum liðum að við bara þá tókum vörnina upp á eitt level í viðbót og bara kláruðum okkur algjörlega og við þurfum að spila á þessu tempo, við þurfum að vera brjálægir í vörninu, við þurfum að leggja bara allt sem við eigum í þetta ef við ætlum að vinna og við bara, það skein í dag, það gekk allt upp og virkilega kærkominn sigur. Finnska tapið í september síðastliðnum hlýtur að setja aðeins í og gera þetta aðeins þetta? Já, heldur betur með þetta. Það sveið rosalega í marga daga eftir og þetta bara ennþá í seinasta glugga og ég er bara, ég er virkilega ánægður að hafa unnið þennan leik og líka bara að Jón og Pavel og þessu hverja hafi gefið kost á sér. Því þú sérð alveg munið þegar þessi menn eru með, við erum bara allt annað lið og það var gaman að hafa með okkur á vellinum og Jón setti eina rísa körfu og Pavel með rísa blokk í lokin, þetta skiptir máli að hafa þessa körfuna. Umræðan einhvern veginn í vikunni og síðustu vikur hafa verið svona, leið einhvern veginn finnst svona þungt á ykkur, gerir þetta ekki bara pínu létt, enn meiri létt í núna? Jú, mér finnst búin að vera svolítið full neikvæð umræða í kringum liðið og svona kannski eitthvað sem við eigum ekkert skilið en fólk er greinilega bara með mikla væntingar til okkar og það er pressa, sem hefur aldrei verið áður, þannig að við þurfum bara að læra að tækla það líka en já, ég vona bara að fólk sé jákvætt og bjartsýnt núna og við náum að fylla höllina á sunnudag. Það er enginn að gera neitt um 4 á sunnudag og hvað þá þegar veðrið er svona æðislegt eins og það er búið að vera síðustu dag. Rétt í lokin bara því ég verða að gefa þér að peppa aðeins fyrir sunnudaginn Logi síðasta leikunum hans Loga, hvað getur þú sagt um þennan? Nákvæmlega, það þarf að segja eitthvað meira. Logi Gunnarsson að spila sér seinasta leik í höllinni, ég held að þótt þú hafir aldrei horft á körfubolta áður, þá ætti bara að koma og klappa fyrir þessum einstaka manni og ég ætla að vera klappstinn hans Loga á sunnudaginn.